Hver Alessandra Elbakyan? Þetta ein af þeim manneskjum sem hefur haft mikil áhrif á vísindaútgáfu og jafnvel ein af þeim manneskjum sem mun hafa einna mestu áhrif á að landslag vísindaútgáfu að breytast og mun breytast. Þannig að mér langar að segja ykkur svona örlítið frá henni Alessandru. Alessandra hana rússnesk. Hún var ekki nema 22 ára gömul þegar hún laga til, þetta passi betur inn í upptökuna. En Alessandra, hún fæddist 1988 í Kazakstan í Rússlandi og það var hann í upphæð þá barn, þá voru þarna bækur risaeðlur og þróun sem heitlaði hana langmest og hún byrjaði mjög snemma að skoða vísindabækur og vísindalega skýringar á bak við hlutina og heitlaði svolítið af vísindum. En málið það að hún var bara típiskur rússneskur háskólanemandi, fer í tölvufræði, mjög dugleg og í skóla sem fátækur. Það var ekkert þar sem heitir áskriftir að einhverjum vísindatímaritum, þannig að nemendur í þessum háskóla höfðu bara ekkert aðgang að greinum svona eins og við erum að hafa í gegnum landsagangi okkur. Og þannig að hún var í tölvufræði og hún fer að redda sjálfri sér bara einni grein, finnur það út hvernig hún getur fundið út greinar og hana fer útvega sjálfri sér greinar þess sem hún að vanta og hana gerist kannski má segja bara hakkari. Og en í þessum háskóla sem hún þá hún að kynnast því. Og svo eftir skólan, eftir hún klárar háskólan í Kazak, þá vinnur hún við tölvuöryggi í Moskvu í 1 ár. Og svo tók hún þátt í einhverjum gervigreindar og hönnunarverkefnum. Í Þýskalandi var þar í smá tíma, ekki lengi samt, og fór svo rannsakandi tímabundið til Bandaríkjanna, til Atlanta. Og þá það, þegar hún fer í þessum háskólum erlendis og tala ekki sérstaklega í Atlanta, þá það sem hún uppgötvar það hvað aðrir hafa mikinn aðgang að greinum, af því að þarna hún í stórum háskólum og það bara getur fengið bara alla greinar í gegnum bókasafni meira og minna. Þannig að þá upplifir hún þetta ofsalega óréttlæti sem varðandi bara fátækt og bara misjöfnuð á milli fólks. Líka það að öll þessi þekking og öll þessi niðurstöður rannsókna sem kostar af háskólum, kostar af því að fræðimennir ekki að fá greitt fyrir að birta þessum tímaritum, heldur þetta kostað af vinnuveitendum eins og Háskóli Íslands, borgar sínum vísindamönnum, kennurum sem í akademískum stöðum og kannski 40% eða 50% starfi sem rannsakendur og þannig að þeir á launum, skattalaunum og skattarnir sem við erum að borga, þeir fara að borga launin. Þannig að þetta almannafé sem þessar rannsóknir gerðar fyrir og líka sem greinin að skrifa fyrir væntanlega á vinnutíma starfsmanna. Þannig að þegar hún kemur aftur heim til Kazakstan, þá hún ofsalega bara þessar verðhindranir, þessi verðveggir sem hún reka sig á, þeir bara svo rosalega miklir. Og líka bara óbáslega bæði þessi þekking skulle að læsta bak einhverju verðmúra og svo bara stór hluti heiminum sem hefur ekki aðgang í og þeir sem að hafa aðgang í þurfa að borga alveg óbáslega mikla peninga til að fá aðgang í. Og sem svolítið skjön og skrítið með það að vísindamenn ekki að fá neitt borga fyrir þetta. En við vorum aðeins búin að skoða hashtagið ICANHAS PDF og Alessandra var bara mjög dugleg
við að senda greinar til fólk sem setti þetta inn og hún fékk hugmyndina þarna vegna þess að hún sá bara dag frá degi hvað fyrirspurnum var alltaf að fjölga og sér bara hvað þörfin eftir greinum heildartextum greina ofsalega mikil. Þannig að hún fer eitthvað að velta fyrir sig hvort það sé ekki hægt að gera þetta sjálfvirkt, það sem að gerast hér á Twitter, að hvort það sé ekki einhvern veginn hægt að gera þetta kerfi sjálfvirkt, þannig að það sé ekki svona mikið vinna raunverulega við að finna greinar og senda fólk. Þannig að hún gerir Skyhub og þetta logoð Skyhub sem hún teiknaði sjálf og það verður til 5. september 2011 og hvað sagði ég, hún verður fædd 1988 þannig að þarna sjáum við eru 12, 13 hún 23 ára gömul. Hún 22 ára þá hún byrjar að leggja drög að þessu og 23 ára þegar hún býr til Skyhub, stærsta sjóræningja vef í heimi fyrir vísindagreinar. Og svo þetta alveg mál, hvað fólki finnst Skyhub. Þetta auðvitað ólöglegt, þetta sjóræningja efnið hakkað og hún segir sjálf, hún fái greinar eftir löglegum leiðum, hún segir að vísindamenn sem á sem áskriftabókasöfnum stóru háskólum sendi sér greinar og hún bara setja þetta í eina gagnagrunna sem fólk getur náði í þetta. Þannig að þetta svona, meðan aðeir vilja meina þetta sé ólöglegt sem hún að gera, en við getum farið onni í þennan gagnagrunn og sótt greinar og það ekkert ólöglegt fyrir okkur að fara onni í þennan gagnagrunn og sækja greinar, en þetta álita mál hvort að þetta sé ólöglegt að hún skuli búa til þennan gagnagrunn og veita okkur aðgang á honum. Og það hafa fallið mál í Bandaríkjunum þetta. En auðvitað Alessandra mjög umdeild og henni hefur líkt hróa höft sem hún ekki hrifin af og henni finnst ekki góður samanburður því að hún vill meina að það sem hann var að gera var ólöglegt en hún vill meina það að deila bókum og vísindagrunnum ætti ekki vera ólöglegt því að þetta bara þekking og sem gagnleg fyrir heiminn og þetta alls ekki vera ólöglegt, þannig að henni finnst þetta ekki sambarlegt. Alessandra hefur verið stefnt í Bandaríkjunum, Elsevier, Sage og fleiri stærri aðilar hafa stefnt henni og hún hefur ekki mætt og hún í felum og hún var í doktorsnámi þegar var byrjuð í doktorsnámi og allavega síðast ég heyrði þá eða greinar sem að les og auðvitað þetta hann líka með þessar greinar sem að lesa hana að hvað nákvæmlega rétt og hún stundum að bera tilbaka einhverjar frásagnir sem hafa verið sagðar af sér þannig að það ekki allt rétt og við erum að passa okkur svolítið á því en hún hefur mikinn áhuga á akademísku ferli og allavega fór í meistaranám hætti í doktorsnáminu því að það var þetta held ég að leita hann upp þar í gegn og allan einhver staðar að nýta sér Skyhub og þetta ferli sem hún að gera var að gera rannsókn en allavega að hún ekki ein, við vitum það í dag en það veit enginn hver með henni í þessu þetta það öflugt og þjáni að valla getur hún verið ein en allavega að hún andlitið og manneskjan á bak við þetta og það hún sem þarf að fela sig og engin veit það líklegt hún sé í Rússlandi en það veit að hún engin hvar hún nákvæmlega ekki nema þeir þetta sem þekki hana en hún allavega getur ekki frjálsu strókið eða ferðast á milli landa þannig að hún geti átt ansi langan fangelsisdóm yfir sér ef hún myndi nást en hún ætlar að segja það, hún ætlar að halda áfram Skyhub þannig til bara hættir að vera þörf fyrir gagnagrunninn þannig að hennar stefna og hennar markmið allt efni í vísindefni verið gefið út í opnum aðgangi og þegar það orðið þá ætlar hún að hætta með sinn gagnagrunn þannig að og þetta svona eitthvað klausur sem að ég tók úr þessari hennar grein ekki þessari grein fyrirgefið ég ekki með greina þess að ég bara tekið við það ég ekki með vísanir
en að hún sé líklega einn áhrifasta manneskjan í vísindum þessar öld, að hún svona stendur fyrir ákveðinni vísindabyltingu og að bara aðgangurinn, hversu góður aðgangur og að hvað mörgum greinum og efni, ritundu efni, að því hvað það auðvelt að nálgast hann í Skyhub, að þá það gjörbreyta útgáfulandslagi vísindefnis. Það til dæmis miklu meira, tugum milljóna meira af greinum og ritundu efni í Skyhub heldur en landsaðgangi okkur sem við erum að borga 300 milljónir ári hérna á Íslandi í. Og það farin í Skyhub og þá þetta ekkert að borga fyrir það, en spurningin hversu lögleg, eða við erum ekkert að brjóta lög, en við þetta með því að fann ganggrunn erum við að styðja við að það sé ekki greitt fyrir, útgefendur fá ekki greitt fyrir að birta þessar greinar. Þannig að þetta alltaf svona spurning, hvorum maður vill gera og vill maður nota þetta eða tekur maður bara siðferðilega ákvörðun það að nota þetta alls ekki. Eða, þannig að ég ætla ekki að segja hvað rétt og rangt, en mér langaði til að við vissuð Alexandru og þekktur Skyhub. Og þetta svona það sem ég verið að segja að allt vísindefni sem greitt fyrir að opinberu fé eigi að vera aðgengileg til internetinu á verð og leyfishindrana. Þannig að það bara Skyhub bara að reyna að ýta undir það og vinna því og gera efni aðgengilegt, þannig að það koma því að það verið fundin upp önnur viðskiptamódel sem eru að byrja að gerast og svo að greinar og annað efni sé ókeypis og í opnum aðgangi og allan ókeypis á netinu.